læt strákinn minn, þetta sonur minn hérna, hann Snorri sem fyrirleikari, svona táknum það að ný kynslóð sé að taka við af manni. Svo ég hef alltaf byrjað að hann spili eitt lag, þetta var bara svona upphitun á hann. Don't worry, be happy. Það er nú það sem þetta á að fjalla um. En
Ég ætla að takka ykkur fyrir komuna hérna og biðja mig að tala. Ég heiti Elína Bánsdóttir og iðjuþjálfi og kannski ástæðan fyrir að ég sé hér að tala þetta efni tengist því líklega að ég hef alla mína starfsævi unnið með fólki sem einmitt hefur misst hamingjutilfinninguna og að leita sér einhverju tilgangi eða einhverju að ná einhverju tökum á lífinu og það hefur kannski komið mér þarna þó ég ætlaði mér það ekki í upphafi. Því ég var sjálf ekki að leita hamingjunni eða var mikið upptekin henni þegar ég var ung. Þá var maður að hugsa eitthvað allt annað. En hamingjan svo tengd sjálfsmyndinu og sjálfstraustinu og það sem ég hef verið að vinna með lunguna minni starfsævi í gegnum tíðina. Það einhvern veginn að fólk náu tökum aftur á lífinu og efla sjálfstraustis. Og hamingjan, bara svo svona viti hvað ekki hamingja. Hamingjan ekki að líða vel allan tíman, það alveg á hreinu. Það ekki að vera ríkur og það ekkert endilega að ná einhverjum árangri. Því það mjög fljótt, þessi hamingjutilfinning mjög hverful því að við erum ofta að leita af einhverju eins og ef ég bara næði þessu prófi þá verður allt í lagi eða ef ég næði maka eins og nágranninn, næði konu eða mann þá verður allt í lagi, ef ég eignast börn, ef ég eignast bíl, ef ég vinn í lottóinu. Þið heyrir svona það þetta sem fólk ofta að leita af en það hefur sýnt sig að þetta gengur mjög hratt yfir. Leiðum maður búin að ná þessum ákveðna áfanga að þá dvínar tilfinningin. Þetta svona svipað og ef maður svangur og maður fara að borða það rosalega gott en svo verður maður bara svangur aftur og svo að þetta með að við teljum að ef við náum einhverjum áfanga í lífinu að þá mun allt breytast, það ekki þannig því miður en markaðshyggjan sem að náttúrulega stjórnar rosalega miklu í dag, hún rosalega dugleg að ýta undir það að reyna að selja okkur eitthvað sem við teljum að við munum ná þessu. En bara til þess að gera okkur grein fyrir því að hamingjan hún dálítið svona barnið í okkur, hún þetta barnslega. Ef við myndum taka Freud þá myndi hann segja að það var að fullnægja þaðinu og þaðin þessar hvatir, kynhvötin, árásargirnin og allt þetta að ef við fullnægi því að þá erum við ánað. Ef við myndum tala út frá Maslow, því þekkir píramídan þarfapíramídan, að þá myndi hann segja að maður verður að fullnægja grunnþörfunum fyrst, þá maður að fyrir að vinna með hamingjuna og það náttúrulega, það sem grunnþörfurnar, það að hafa ofan í svo á, það að hafa húsaskjól og mat, en það líka að finna fyrir öryggi og það líka þetta traust og tengsl og maður getur ekki fara að vinna með hamingjuna fyrir maður hefur allan grunninn og það raunin að því það kosningar á morgun, það raunin það sem við erum að reyna að kjósa, við ætlum að reyna að kjósa ykkur eitthvað fólk sem að sér til þess að flest okkar geta fengið fullnægt þessum grunnþörfum sem við höfum og svo bara veljum við hverju við teljum að þessi best stakk búin til að gera það. En það svona þegar við erum að byggja samfélag þá viljum við velja einhverja sem að fullnægja þessum grunnþörfum og ég ofta að hugsa það því að ég rek núna hlutverkasetur sem svona virkniminstur sem opin fyrir alla og það skiptir engu máli hver kemur og nú að koma miklu meira svona flóttafólki og fólki með erlenda uppruna að það hefur ekki fullnægt þessum grunnþörfum. Það ekki kannski öruggt í húsnæði sem það í, það kannski bara slæmur aðbúnaður, það hefur enga vinnu, enga kennitölu, það hefur enga vinni en það að reyna að lifa af. Svo það væri lítils að fara að vinna eitthvað með einhverja hamingjutilfinningu með þeim hópi. Þess vegna finnst mér svo skrítið að við rænum í rauninni frá fólki þessum grunni að hafa eitthvað fyrir stafni. Ég veit ekki í rauninni hverjir hafa ákveðið þetta að fólk þetta bíða eftir að fá kennitölu til að fá að vinna. Því við rauninni erum að gera þessu ári eða 2 ár sem þetta fólk að bíða, þá erum við rauninni að svipta því geðheilsunni. Og þetta þekkjum við náttúrulega mjög vel úr því umhverfið að fólk hefur mist heilsuna hvort sem það andlegum eða líkamlegum togum, að þá hefur vinnumarkaðurinn ekki verið tilbúin að taka við fólki fyrir það alveg fullkomið. Það ekki tilbúið að taka á móti því þegar það kannski einhverja sveiflur eða treystir sér ekki að vinna alveg fulla vinnu,
við viljum hafa það perfekt og ég ofta þessum hver ákvað þetta, á hvaða tímabili, hver ákvað svona reglur og okkur erum við að sætta okkur við einhverja reglur sem eru búin að vera svona á hinsegin. Hver byrjaði á þessu og okkur sættum við okkur við svona hluti. Þannig að ég er svona ofta spekulera, okkur er þetta eitthvað betra, það eru ákveðin skilaboð í þessu. Síðan í sambandi við þetta með hamingjuna sko. Það er verið að reyna að fangana en það er mjög erfitt. Þetta er ekkert eitthvað sem er mælanlegt og þetta er mjög sko huglægt og aðstofubundið. Fyrir einn getur hamingjan verið í einhverju sem fyrir annan er bara skiptir engu máli. Þannig að við getum ekki sagt þetta er hamingjan. En þegar fólk er svona spurt út á götu og þegar það er að gera þessar hamingjukannanir, þá er í rauninni fólk að svara það svona hvernig það líður dagsdaglega, svona í heildina hvort það sé nokkuð svona þokkalega ánægt og svona líður þokkalega. En samt sem áður eins og í Bandaríkjunum þá eru 60% sem svaraði því að þeir séu hamingjusamir, en 40% í rauninni hafa engan sérstakann tilgang með lífinu, en það segir samt að það sé hamingjusamt. 25% veit ekki einu sinni hvað er lífsfylling. Þannig að þá hugsaðum við sér, hvað er þetta með hamingja? Mér finnst alltaf best að líka eins og við Hemma Gunn heitin. Vertu hress, stress, bless. Það er það þú veist, hafa engar áhyggjur, geta keypt það sem þú vilt, nota það sem lífið hefur upp á að bjóða, en að gefa ekkert að mörkum. Taka bara. Þú veist, hérna ég ætla að fá það sem þú hefur upp á að bjóða. En aftur á móti þeir sem sem að finna fyrir lífsfyllingu, það er fólk sem að gefur af sér, það fjárfestir í eitthvað sem er stærra en það sjálft. Það getur verið hugsjón, það getur verið einhver málstaður eða pólitískur flokkur og til dæmis í samt við með börn sko, við þráum, þeir sem ekki eiga börn þrá börn, en þegar fólk er búið að eignast börn, þá samt líður þeim betur að horfa á sjónvarpi heldur en að vera með börnunum sínum. Þannig að og börn í rauninni þó að þau skapi hamingju, þá skapa þau áhyggjur. Og það er fyrst þegar orðin svona eldri sem við fyrir virkilega hafa áhyggjur af þeim þegar við höfum enga stjórn að þeim. Þannig að oft það sem sko gefur tilgang er í rauninni að krosna þessara hamingjutilfinningu sem við sækjum svo eftir. Og hugsaðu ykkur í Bandaríkjunum en mest seldu bækurnar eitthvað sem stendur happiness í. Og þetta með hamingjuna, það í rauninni hefur áhrif á hvort við erum, sko, hugsanir sem við höfum, það segir til í rauninni heilsu okkar líka. Og þeir sem fara til sálfræðinga að leita sér lækninga, þeir eru oftast nær allavega þegar hugsunin ekki alveg eins og við viljum hafa hana, þau erum neikvæð hugsunum, það er að fólk óskar sér eftir meiri hamingju. En svo er það í rauninni lífsfyllingin sem við sækjumst eftir, en ekki hamingjan. En þetta er svona, en ef maður hugsar sko, hver svo sem hannaði okkur, ég hef ekki hugmynd það, hver gerði okkur, hvernig það er, þá er búið að forrita inn í hausinn á okkur, að í hvers skipti sem við gerum einhverja iðju sem tengist í að lifa af, þá pumpast svona hormón sem er eftirsóknarverð, sem tengist alltaf þessu hamingjuhormóni sem við sækjumst eftir, sem svo norðurljósin koma og fara. Og til dæmis þegar við, sko það er undirstaðan, þetta er svo skrítið, þess vegna er ekki skrítið að það er skrifaðar út hreyfiseðlar. Undirstaðan í sambandi við hugsun og líðan er hreyfing. Samtidig tek ég eftir það sem ég vinn, að fólk sækist síst eftir hreyfingu, þó að við vitum að hún skili mestu. Þá er alltaf bara 1 og 2 sem fara í gönguhópana. Fólk velur það frekar að sitja. En það er þess vegna sem eru komin svona hreyfiseðlar, þar því við vitum að hreyfing er undirstaða þess að lifa af, því áður fyrr, ef við efluðum ekki matar og hreyðum okkur, það drápust við. Þess vegna fáum við umbun þegar við erum að hreyfa okkur, að þá erum við að afla okkur mat. Þá erum við en núna þurfum við getum bara panta pizzu og hún kemur heim til okkar, en við þurftum að hreyfa okkur. Þannig að hreyfing er undirstaðan og hún er líka undirstaðan að bara heilsu og velíðan. En svo er það líka annað að til þess að við lifum af,
þá þurftum við að fjölga okkur. Og þessna búið að setja eitthvað inn í forritið á okkur, að á einhverjum ákveðnu æviskeiði í lífinu, þá verðum við ástfangin. Og þá setjast á stað einhver hormón sem gerir það að verkum að við missum dómgrind. Og svo rennur ekki á okkur fyrir nokkrum árum seinna hvað við setjum uppi með. En ef að þetta væri ekki gert, þá myndum við í rauninni ekki fjölga okkur, því við myndum ekki hrífast að neinum öðrum, og það verður að gera það. En það er líka búið að rannsaka, það er dálítið gaman. Hvernig stendur á því að í svona sal er það kannski bara ein manneska sem þú verður ástfangin á og ekki önnur? Og það er líka því miður, sko, þetta er ekkert spennandi, það er einhver efnaskipti. Við sækjumst eftir, sumir eru með meira dópamín og sumir eru með meira serotonín, og þeir sem eru með dópamínið, þeir eru meira svona hvatvísir, blátt áfram, skapandi, áhættusæknir, en þeir sem eru með serotonín, það er meira svona fólk sem er svona, þeir varlegar í hlutin og svona, en það er sýnt sig að þú getur bæði sóst í það sem eru líkið þér og líka sem eru ólíkið þér, en þeir eru að reyna að finna út af hverju er það að það er bara ein manneski í fullum sal sem þú dregst á ekki annari. Það er ekki alveg komið, ég meina þessi lyktin, þessi skítalyktin af manni, að þú sækist í lykt sem tengist því þegar þú varst að alast upp, hvort sem það mamma en einhvern annar. Svo verður þetta skítalykt fyrir resko. En það er rosa mikið lykt sem hefur áhrif á hvort þú tengist mannesku eða ekki. Og þetta er svo mikið undirvitundin að við tökum ekki eins og eftir því. En ég er viss um það að þið geta ekki við með mannesku sem ykkur finnst skítalykt af. Það bara gengur ekki, ég veit ekki, en það á að vera mjög erfitt. Að því ég tel að þú sækist í lykt þegar þú ert ákveðna aldurskeiði sem tengist móðinni. Þess vegna er ekkert skrítið að stundum tengist við fólki sem við skiljum ekki, en það er ákveðið stresshormón eða ekki sem gera verkum þú sækist í eina manneskjuna eða ekki aðra. Þannig að því við skiljum stundum ekki þegar við erum að endurtaka aftur og aftur sömu vitleysurnar. Og ég meina þeir gera þetta í svona stórmörkuðum, þá setja þeir lykt sem tengist barndáminum sem að gera verkum þegar við vorum sko áhyggjulaus og það var skemmtilegt, það var svona munið eftir lyktina strokleðurum. Þeir spreyja svona ákveðnum stöðum í búðum svo við sækjum eftir því að við kaupum það meira. Já. Þannig að þetta með lykt er mikið að við gerum okkur grein fyrir, það er bara eftir að rannsaka þetta, en þeir eru virkilega að reyna það. En svo er annað sem er dálítið skemmtilegt í sambandi með að verða ástfangin. Þeir hafa skoðað fólk sem að sumir segja þessi ástfangnir alla ævi, meðan aðrir segja að þetta bara var einhver víma og svo bráða á mér og svo vaknaði upp vondan draun og satt upp með þennan kallega kettlingu. En þegar þeim sem eru ástfangnir alla ævi, þá hefur ekki skrúast niður þetta að vera enda ástfangin. En það sem hefur skrúast niður er angistinn sem við oft finnum fyrir þegar við erum skotinn, þú veist, ef það hringir síminn þá fær maður hjartslátt eða maður sér, þetta er búið að minnka en ekki annað. En það getur bara verið eins og sumir fólki sem fær sársauka, sumir verða með krónískan sársauka að hann á að skrúast niður, en hjá sumir fólki skrúast hann ekki niður. Þannig að það er stundir sem verður ekki alveg eins og það á að fara. En að lifa af líka tengist því að hreyfa sig, það er að fjölga sér og það er líka þetta að það þurfti einhver að afla matar og ef að þeir sem gátu afla matar þessi deildu því ekki með okkur hinum þá drápust við. Þess vegna fáum við ákveðna gleði út úr því að borða með öðrum. Og það er bara í frummanninum að því að við þurftum að fá einhverja umbun í formi hormónaflæðist sem gerða verkum að við fengjum eitthvað út í því að deila. Og meiri segja að þeir eru búin að komast að því að þegar við erum að borða, ef við borðum með öðrum og í góðum félagskap, þá getum við borða miklu meira óhollari mat heldur en við borðum einu við tölvuna eða sjónvarpið. Þess vegna segi ég alltaf, ef þið ætlið að detta þegar óhollustuna, gera það í stórum hópum. En ég meina þið finnið alltaf, þess vegna erum við með svona fjölskyldu og matabóð. Og það versta sem við gerum við fólk það er að ef það borðað eitt. Það er eins og þú meltir fæðin á annan hátt ef þú gerir það ekki með öðrum. Þetta tengist líka að lifa af. Svo er annað sem tengist að lifa af sem við fáum í formi svona umbuna okkur líður betur eftir, það er að kenna. Af því að ef við kendum ekki ungviðnum að taka við okkur, hvort sem það var að veiða eða safna plöntum eða ala upp, að þá lærðu þau ekkert af okkur.
Og ég hef alltaf sagt að það þessna sem konur vinna næstu ókeypis að því þær finnst gaman að vinna sinni en þær fá það ekki endilega metið í peningum en þar er það að fá eitthvað í staðinn. En við erum ekkert að sætta okkur neitt við það, ég er ekki að segja það. En þegar við erum að kenna einhverju annarri mannesku að ná tökum að einhverju, þá erum við að gera eitthvað fyrir okkur sjálfum, því þá fáum við eitthvað út í því. Og ég er að vera prestur, sko, þá er maður að predika og kenna. Og þann sá sem er prestur, hann fær eitthvað kikk út í því, að gefa af sér en að aðri sé að læra eitthvað. Af því hann er presturinn í salnum. Svo hérna það er eitt. Það er meira svona sem tengist í að lifa af. Það er hérna, já, fjölga sér. Sko, ég segi ef við fengjum einhverja umbun fyrir að fjölga okkur, þá myndum við bara ekki nenni því og sérstaklega þessum síðustu vestu tímum sem við bara getum hort á sjónvarpi og þurfum ekki að hreyfa okkur eins og við getum bara hort á aðra að gera það. En það gátum við nokkið áður fyrr. En síðan er búið að brengla þess í hausnum á okkur að við eigum að vera aktív bara frá úlingsárum og til grafar. Þið sjáum við, og við höldum alltaf að nágranna fólki sé voðalega aktíft. Ef við erum það ekki sjálf þá fáum við samskupið og höldum að sé eitthvað að okkur. Akkur er haldið það sé svona vinsælt Viagra. Það því það er búið að koma því inn í hausinn á kallanum, ef þeir eru ekki aktífir lon og don, þá eru þeir ekki með kallmennsku. En ég er bara ekkert viss að það sé í eðlinu, auðvitað er það, en þetta er eitthvað sem við groppum okkur á, svona, en út frá svona að lifa af, þá er þetta ákveðin periód og svo minnkar hún. Koma kannski aðrir hlutir í staðinn. En við erum rosalega hrædd alltaf við að við séum að skera okkur út af fjöldunum, að við fyttum ekki inn í. Og það er hluta líka af því að lifa af. Að þegar við eldust eða vorum veik eða sýndum á okkur einhvern veikleika þá vorum við skilin eftir og það situr í okkur enn að ef við erum hérna og þess vegna held ég svona geðræni sjúkdómar og annað slíkt hafa verið svona miklu fordómar af því að við erum hræddum að við séum skilin eftir af því það er ennþá inn í forritun okkar að vera skilin eftir og þú mátt ekki sýna veikleika svo að hérna en við erum nú að reyna að breyta því að þetta er samt mjög hérna ríkt í okkur að vilja ekki láta vita ef við ráðum við ekki og ég er að hugsa unga fólki í dag sko það vill ekki tilheyra innan gæsalappa aumingjaliðinu, það vill gjarnan geta bjarga sér sjálft og það reynir sko endalaust að reyna að redda hlutunum og hanga til allt kemur í óefni og líka við erum búin að byggja upp þannig samfélag að við hjálpum helst ekki fólki fyrir það allt er orðið sko í tómu tjóni, við erum ekkert að leggja mikið í eitthvað forvarnir. Við erum mjög flinki því þegar allt er komið í kalda kol. Í staðan fyrir að reyna að hugsa aðeins út frá hérna forvörnum og þá er líka eitt í samtíð þegar fólk er að hugsa hamingju og segir býtu, er þetta eitthvað, fæðist maður hamingjusamur eða ekki? Jú, fólk fæðist með mismunandi upplag. Sumir eru dálítið pollýönur og sjá jákvæði í öllu og aðrir eru dálítið neikvæðir og þetta er allt vonlaust og svona innilokaðar og inn í sér og aðrir eru svona opnir og annað slíkt. Þannig við fæðumst ólík. Það er eitthvað sem er erfðafræðilegt. En umhverfisáhrif hafa úrslita áhrif hvort að við hérna getum opnað og notið traust eða hvort að við hérna höldum áfram að vera inn í okkur. Við getum líka eyðilagt, við erum eins og blóm, við getum eyðilagt falleg blóm með ömulegum jarðvegi en svo erum við líka ólíka því leytinu til að sum okkar þrífast kannski án þess að fá mikla næringu meðan aðrir þurfa næringu það er talað að vera viðkvæmur að það er kallað oversensitive personalities það er svona fólk sem að í rauninni þolir illa sko streitu, áföll og annað slíkt þá getum við sagt að það er bara einhver svona blóm sem eru viðkvæm og þurfa sérstaka aðhlýningu meðan aðrir eru kannski eins og fífillin, það getur bara gróið hvað sem er í sprungum og hvað sem skiptir engu máli hvort að fá sól eða næringu, það vex samt sem áður en umhverfisþættir eru rosalega mikilvægir þar leiðandi kemur ef maður er foreldri þá hefur maður gífurlega ábyrgð og áhrif og líka í hvernig umhverfi við ölust ef við erum í umhverfi þar sem að við getum bara tekið sem dæmi ef maður lendir í einelti, það hefur áhrif á fólk ævilangt, það ræðst á sjálfsmynd þess að við verum að tala líka sjálfsmynd ef að þú á einhvern hátt hefur verið útilokaður frá hópnum að þá hefur það áhrif á þig bara ævilangt og það er svo skrítið þessi einstaklingar sem hafa orðið fyrir einelti
það er eins og stundum haldi áfram eins og vinnustæðarnir pikka upp að það má pikka á þennan af því að þú gefur einhver skilaboð sem þú ætlaðir ekki en það er gefið á því veiðileyfi. Það er skrítið þegar maður sér þetta svona að það endurtekur svo, kannski að því maður er hræddur eða eitthvað, eða þá að maður skynjar, hina mannskuna skynja á lyktinni að þessi mannskja má maður hrella, ég veit það ekki, en þetta þetta stundum heldur áfram þó að einaldi stoppi að þá getur fólk verið lengi viðkvæmt fyrir svona, já, það þarf ekki nefn einhver orðspil, hvað segir maður, aðskátt höfði í nærveru sálar, sko. Maður getur sagt eitt við eina manneskuna og nota sama orðið á annar, hún tekur það allt öðruvísi. En þess vegna, það er líka uppeldi og umhverfisþættir eins og skóli og atvinnumál, hvaða tækifæri við höfum í lífinu og þess vegna skiptir svo miklu máli hvers konar stjórnvöld, hvers konar stjórnarætti við búum við, hvort við búum við lýðræði eða einræði eða hvað sem og hvort við nýtum það sem við höfum eins og að kjósa, því ég er að hugsa núna að unga fólkið sumt að því það segir bara nei, ég nenni þessu ekki, það gerir sér ekki grein fyrir að við höfum ekki vald með að velja og við getum valið hvers konar umhverfi við búum í, það hefum við áhrif á. Svo að hamingja, hún getur eyðilagst við umhverfisþætti en það er líka hægt að auka við hana. Og ég man að því Héðinn Unnsteinsson nú í salnum að þegar geðræktarverkefnið fór á stað á sínum tíma að þá var einmitt verið að hugsa fyrirbyggjandi hvað við gætum gert áður en að fólk myndi missa tökin og þar var mikið inn í hvaða umhverfisþættir við gætum haft áhrif á. Og flestingar eiga nú geðurinn 10 örugglega á ísskápnum hjá sér og svona, það í rauninni tekið úr rannsókn sem var gerð á fólki sem var nota bene, var sátt í eigin skinni og hafði tilgang í lífinu. Ekkert endilega ríkt eða hamingjusamt, heldur var sátt í eigin skinni og það er það sem er svo mikilvægt að sækjast eftir. Og ég man ekki alveg þessu orð, en þar var til dæmis hreyfing sett inn í sem var reyndar ekki í þeirri rannsókn, bara því við vissum að hreyfingin væri mikilvæg. En það var eitt orð sem að ég man eftir að datt út, það var það að það sem einkenndi þessa einstaklinga var að þeir voru öðruvísi. Og þetta öðruvísi hafði gefið þeim eitthvað svona, hvað segir maður, svona stimpil sem að gaf þeim tækifæri að láta gott að sér leiða, einhvers konar hæfileikum sem það hafði eða eitthvað sem var spes, sem að kannski þeir hefðu lent í stríðni með þegar það var yngra, en hafði náð að hefja sig yfir það. Og svo náttúrulega síðastu orðin sem dutt út af því þetta var fyrir 2007, að ekkert að geðurinn virkaði eða þú varst ekki ábyrgur, áreiðanlegur eða heiðarlegur. Það datt út, því það var ekki inn þá. En það fylgir rosalega mikið þessum að vera ábyrgur, áreiðanlegur og heiðarlegur. Þannig að það er svona það sem datt út úr þessu sem var samantekt. En þá man ég einmitt eftir því að ég var að vinna á geðdeildunum og þegar ég las yfir þessa punkta sem voru teknir saman, þá hugsaði mér, býtum við, þetta erum við að gera á hverjum degi. Þú veist, hlúða þér sem þykir vænt nýttu styrkleikana þína, lífið er ekki spretthlaup, heldur langhlaup og eitthvað svona, þetta er svona stikkorð. Þetta maður að gera á hverjum degi í yfirþjálfum, við erum að reyna að finna styrkleika fólks, við erum að reyna að finna eitthvað sem það hefur hæfileika til og getur byggt upp sjálfsmyndin og sjálfstraustið, en akkur er ekki hægt að snúa sig við og gera þetta fyrir fólk sem ekki hefur veikst, heldur til að koma því enn lengra. Og svo bara kom nokkrum árum seinna, þá allt í einu fyrir að dúkka upp þessi jákvæða sálfræði sem byggir á nákvæmlega sama, þar sem einkenni fólk sem er árangsríkt og þessi gjörhyggla og núvitund, það er allt komið, en það er eitt sem truflar mig samt pínlítið með þessu nýju fræði, sem ég er ekki alveg sammála, það er að þetta, og það tengist hamingjunni, að því hún er dálítið sjálfselsk og sjálfsmiðuð, er að þetta er allt út frá einstaklingnum, þetta er dálítið svona Amerika, þú getur það sem þú vilt, þú getur látið drauma þína uppfyllast bara ef þú, og ég er bara ekkert sammála því, vegna þess að til þess að njóta þessara tilfinninga og vera sáttur, þá er ekki nóg að hugsa bara út frá sjálfum sér og hvað maður kemst langt og hvað ég fæ háa einhvernir eða eitthvað svona, hvað ég get fengið mikið í tekjur. Það er að búa í samfélagi manna þar sem aðrir hafa það líka gott. Þannig að ég er dálítið hrædd við þessa hamingjufræði af því að hún er dálítið
þessi einstaklingshyggja sem að jú, kannski gerir einstaklingin happy, hress, ekkert stress, en það rænir frá viðkomandi lífsfyllingunni og þetta að vera sáttur. Því þú getur ekki verið sáttur við sjálfa þig ef að fólki í kringu þig líður illa. Það er bara þannig. Þannig að ég veit ekki hvað Amerikanar hafa komið mikið inn í þessa markaðsfræði, því þetta er rosalega mikið í tísku núna, þessi hamingjufræði og jákvæða sálfræði. En það er rosalega mikið ég og einstaklingurinn og hvað ég get náð langt og hvert ég kemst. Og bara ef maður lítur á skólamálin, að þá er þetta allt út frá einstaklingunum. Þú færð enga einkunn fyrir það að sýna náunganum samkennd, fyrir það að gera eitthvað sem er fyrir hagsmun heildarinnar. Það er engar einkunnir gefinir því. Þannig að við erum að stíla undir, já, kannski þessa hamingjutilfinningu sem er svona eftirsóknarverð, en hún býtur í skottið á sjálfum sér fyrir rest vegna þess að fólk fórnar frekar hamingjunni heldur en tilgangnum. Og ég ætla líka bara að segja ég ætla að taka okkur í smá svona hugleiðslu í restina, eins og við höfum byggt upp kerfin þá erum við rosalega, því það er talið til að svona geta náð sátt og fundið svona öðru hvoru hamingjutilfinninguna, svona eins og að fá fullnægingu. Maður fær hana stundum en ekki alltaf, ef maður er konstant þá var hann hundleiðil og maður myndi helst losna við hana, þannig að þetta á að koma og fara, þetta á ekki að vera konstant og þetta á að tengjast því að lifa af til að þetta er umbunarkerfi. Það er verið að umbuna okkur fyrir að hegða okkur á þann hátt að við getum lifað af á jákvæðan hátt líka. Að það sem við hefum einblítt á í þessu samfélagi er það að við erum mjög dugleg að fullnægja þessum líkamlegu þörfum sem við höfum. Og það er í rauninni heilbrigðiskerfið okkar og menntakerfið og allt þetta og svona þessar hefðbundin forvarnir og allt það. En bara til að segja ykkur stutt þá höfum við líka þetta þarfna sem tengjast tilfinningum og það er þetta að vera í tengslu við annað fólk og þetta að vera elskaður og geta elskað. Það er ekkert í menntakerfinu held ég eða í heilbrigðiskerfinu sem leggur áherslu á þetta. Lærðu einhvern tímann í skóla það hvernig það væri að elska og hvað það þýddi að elska og hvað það þýddi að gefa af sér og þetta með að gefa af sér og fá tilbaka? Ég held ekki. Það er ekkert upptökin af þessu heilbrigðiskerfinu samt meir en helmingurinn af fólkinu sem við erum að meðhöndla er einmanna fólk sem er í litlum tengslum við nærumhverfið. Það er það fólk sem verður oft veikast en við erum ekkert að vinna því í heilbrigðiskerfinu. Við erum að vinna með einstaklinga en ekki með hópa og hvernig hópar hafa áhrif á heilsu og vellíðan. Og við ákveðum til dæmis ekki að sálfélagsleg þjónusta sé eitthvað sem við berum að taka þátt í öll. Það er eitthvað sem einstaklingurinn á að passa upp á sjálf. Þó ég alls ekki segja það að fylla alla að sálfræðingar sé eitthvað lausning. Sjáðu til dæmis daginn, það var 600 foreldrar sem mættu í einhvern skóla því að börnin þeirra það var að tala kvíða og þunglyndi hjá börnum. 600 foreldrar sem mættu. Og hvað var niðurstöðan á fundinum? Jú, við þurfum að fjölga sálfræðingum. Ég er alveg sammála því að við þurfum að fjölga sálfræðingum og þeir þurfum að aðgengi heilsugæslum. En er það svarið við vanlíðan barna? Að við eigum að fjölga sérfræðingum? Er enginn sem segir, byrju, er eitthvað að þessu samfélagi sem við búum í Hvernig stendur á því að þessu börn líður illa? Er eitthvað að skólakerfinu? Er eitthvað að þessu kerfi sem við byggt upp? Kannski er bara eitthvað að kerfinu en ekki að fólkinu sem býr í. Og hvenær erum við að skoða að kerfin geta haft afleiðingar í vanheilsu og vanlíðan? Nei, þetta er alltaf einstaklingurinn. Einstaklingurinn ber ábyrgð, þetta er allt hingað sem tengist. Hamingjan er í sjálfum þér og þú höndlar hana ef að þú gerir ákveðna hluti. Sem ég er að segja, ég er ekki sammála. Ég meina þetta sé svo rosalega mikið í samspili við umhverfið. Og það er tilfinningar, svo er þetta vitræna. Það er það að við höfum þörf fyrir að læra endalaust. Þess vegna komið þið nokkur, það er farið minnkandi að fólk vil læra einhver mannesku. Og þetta, þú veist, að þykja gaman að hlusta á frásagnir. Við fáum það bara í gegnum sjónvarpið fyrir í gamla daga þá fór fólk á milli staða og það gat aflað sér matar með að segja sögur. Þetta er ennþá dálítið í genunum okkur að sum okkur þykir gaman að fá beint í æð fyrirlestur en ekki á YouTube og eitthvað svona þó að það sé líka ágætt.
Það þetta sem gerir samskipti manna á milli. Þetta það sem gömlu kallarnir að gera í heitupottunum. Þeir hittast á morgnana og þeir að tala pólitík og eitthvað svona. Þá þetta viðhalda þessu vitran í þér. Þetta líka þegar við fyrir í leikhús, hlustum á tónlist, þá erum við að tikka inn í þetta vitrana. Og þetta mjög rík þörf. Þó að við séum komið með Alzheimer sjúkdóm og munum ekki neitt stundin lengur, þá erum við samt þörf fyrir að læra eitthvað, þó við gleymum því. Þannig að við hefum aldrei að gefast upp að kenna fólki. Og svo þetta andlega, af því ég held að þið í lífsbyggifélaginu sé rosalega andleg. Það ofboðslega mikilvægt að líka að hlúa því nákvæmlega eins og að við búum í húsnæði sem ekki rakt og pössum okkur að nota hjálm og séum vel klædd og allt þetta líkamlega borðum rétt og hreyfum okkur rétt. En þetta andlega, þar þetta trú á einhvað æðri. Og það skiptir engu máli hverju við trúum, það að trúa það sé til eitthvað stærra heldur en við sjálf. Og það hefur sýnt sig að fólk sem trúir á eitthvað sem æðra, sumir trúa á Guð eða eitthvað, en það hefur einhvers konar verndandi áhrif. Og ég man til því þegar ég átti mitt fyrsta barn, að þá, ég hafði nú mist mína barnstrúan einhvern tíma þegar maður var í menntaskóla og rökhyggjan var svo ofan á vísind og allt svona. En þá allt í einu var ég með lítið ungviði sem ég ætlaði að reyna að gera eins vel og ég gat, en ég vissi að ég gat ekki ein séð það var svo margt sem gat komið fyrir þetta barn sem ég hafði engin tök á, og þá allt í einu fann ég hvað var gott að trúa að það væri eitthvað æðri, það væri eitthvað sem ég geti beðið að hjálpa mér eða geti þakka fyrir í lok dagsins að ég hefði lifað af eða eitthvað, að þá allt í einu fann ég að þetta æðri máttur, hvað svo sem hann og hvernig svo sem við túlkum hann, það var svona ákveðið, svona að ég gat deilt ábyrgðinni með einhverjum öðrum en sjálfum mér eða nánast umhverfi. Ég get ekki útskýrt þetta, en fólk finnur bara út úr sjálf hvað það vill. En fyrir mér var eftir ég eignast börn, þá fann ég að þetta æðri máttur fór að skipta máli. Og maður finnur rosalega fyrir þessu þegar maður horfir á norðurljósin, bara vá, hvað þarna át þér sko. Og tilgangurum í lífinu og allt þetta fer maður að pæla. Og þá getur maður, ég segja, norðurljósin segir rauninni vera að sýna manni í litum og litadir, hvernig hamingin tilfinningan inni manni, og svo bara hverfur þetta, svo bara fer þetta. Svo veit maður ekkert hvernig þetta kemur aftur. Jú, þeir náttúrulega vita að veðurfræðingarnir geta séð þetta svona, en við bara erum hana til staðar. Og þannig líka sko tengsla milli sko kynslóða. Þú veist, það mjög mikilvægt að vita hvaðan þú kemur og svona, við vitum það nú Íslendingar með Íslendingasögunum og svona, það skiptir miklu máli að vita hvert þú komið. Þess vegna segja það svona ákveðið siðferðislegt spursmál þegar við ætlum bara að hafa svona sæðisbanka, þegar við konuna ætlum að taka yfir og íta út kallmenninu og því þurfum ekki á að halda, ætlum bara fyrsta sæði sko, svo bara sjáum við þetta. En þau börn sem ekki vita hvaðan þau koma, þá erum við að ræna þeim frá því að hlúa þessu andlegi sér sem mjög mikilvægt. Því þá vita ekkert hvaðan þau koma. Þau vita ekkert, þetta eitthvað rosa sterkt þörf að vita, og ég veit núna að sjónvarpsþættir í Stöð 2, þar sem að fólk að leita uppruna sínum. Þetta náttúrulega mjög sterkt hjá fólki, en hjá mörgum þetta mjög sterkt að vita hvaðan kemur. En ég ætla aðeins, tíminn flýgur frá manni, við tökum bara í restina lagið, en sko, ég ætla að segja ykkur eina sögu, af því að það svona gaman að sögum. Sko, af því að þetta með tilganginn, Viktor Frank, það var nú Héðinn líka sem að hendi mig einhverju bókan árið og sagði, lestu þetta, var það tilgangurum í lífinu? Já, og hvað hét bókin? Já, Leitin að tilgangur lífsins, já. Af því að sú bók hafði áhrif á mig, af því ég hafði alltaf verið að reyna að finna út hvað fær fólk til að tikka, hvað fær fólk til að það brenni fyrir hugsjón. Af því að mér fannst þetta alltaf spennandi, og svo er þetta einhver maður sem er búinn að skrifa bók listin að lifa, tilgangurinn í lífinu, og þá var þetta gaman að sjá sko einmitt að því hann valdi ekki þessa skammtíma hamingju, hann valdi frekar tilganginn, og hann var búinn að fá sko vegabréfsáritun til Bandaríkjanna og var að fara með konu sinni sem var ólétt, en þá þetta var í Vínarborg og þarna eru þjóðverjarnir komnir,
og það verið að taka eldra fólkið og senda í fangabúðir. Og hann þurfti þarna að velja á milli, á ég að láta eftir mínu eigin egói og fara til Bandaríkjanna með konu minni, eða á ég að verða eftir og svona einhvern veginn standa með foreldrum mínum af því að hann vissi að þetta yrði erfitt. Og hann gat ekki ákveðið sig og ég veit ekki hvort hann var trúaður eða hvað, en hann fór allavega inn í kirkju eða einhvern svona stað þar sem var tónlist og bað þar að hann myndi fá einhvers konar sæn hvaða ákvörðun ætti að taka. Og þegar hann kom aftur heim, að þá hafði pappa hans fundið svona stein sem var svona sprengjubrot sem einhverju höllarna sem þjóðurinn hefði sprengt upp, og þar var smá bútur af boðorðum 10 sem pappinn hafði komið heim sem stóð að heiðursskjálfti föðurinn og móðir. Og þá tók hann það ákvörðun að hann myndi ekki fara til Bandaríkjanna og hann misti náttúrulega bæði foreldra sína og konuna sína og ófætt barn. En hann bjó til hugmyndafræði sem mörg okkar hafa nýtt, og það til dæmis eitt af því sem ég nýtti mér þegar ég var að vinna með að reyna að finna út hvað var það sem til dæmis fólk sem hefur átt við gera vandamál myndi brenna fyrir, að það geti haft einhvern áhrif á þróun þjónustunar og hvers konar þjónusta myndi fá, og það þið með sem aðaleikundur en ekki sem einhver aukaleikara sem alltaf væri eitthvað gert fyrir, heldur að þau myndi taka málin í eigin hendur. Þetta beint út frá hans hugmyndum og hér náttúrulega líka svona dæmi manneski sem rís upp og finnur tilgang í þjáningunni. Og það það sem trúarbröðin hefur oft verið að reyna að reyna að finna einhver tilgang með því sem hún ferði í gegnum. Að það eigi einhver tilgang, að þú getur látið eitthvað gott að þið leiða. Svo en svona stundaiðju sem hefur áhrif á hamingjuna. Það ætla ég að taka ykkur smá leiðangur á eftir, en málið er það að þið verðið að reyna að finna út hvað er það sem hvaða iðja er það sem þið takið ykkur fyrir á hverjum degi, það sem þið gleymið ykkur smá í, það sem að þið eru að nýta hæfileika ykkar til fulls, en samt sem að þið eru pínlítið hrædd. Því það sem gerist í svokölluðu flow, það er bæði dópamín og serotonín sem er mjög jákvæð, en það er líka stresshormón sem verður, sem þetta bara verður góð blanda. Af því það er pínlítið stress þegar við erum í þessu sem við gleymum okkur, af því við erum ekki alveg viss hvort við ráðum við það. Þess vegna verður svo mikið kikk þegar við ráðum við það, adrenalín, já. Það er dópamín, serotonín og adrenalín sem blanda saman þegar við erum í þessari tilfinningu sem við sækjumst eftir. Það er kannski ekki hamingju tilfinning, en maður gleymir sér. Og maður þarf eiginlega að rifja upp á kvöldin, hvað var það í dag sem ég gerði, sem ég gleymdi mér og mér var svo skemmtileg að ég bara gleymdist ástund. Það og svo þarf maður að minna sig á og svo setja í bankan og setja hugmyndir til að finna út þessa iðju þarf ég að stunda oftar. Hvaða fólk er það sem ég umgengst sem að gefa mér orku og tekur ekki frá mér orku. En áður en ég held áfram, þá ætla þú að taka þú veist hvað lag það er, sem mamma ég man aldrei hvað heitir. Og þá skulið þið ímynda ykkur að þið séu svona einhyrningar, mjög spes, og þið eru að hlaupa eftir sléttunum og það skulið sjá hvaða dýr þið hittið þarna með einhyrningunum.